Mótmælendur úr röðum anarkista ruddust upp á þingpalla framhjá þingverði sem reyndi að stöðva þá án árangurs. Hinir óboðnu gestir æptu og öskruðu og hræddu næstum því líftóruna úr Sif Friðleifsdóttur og fleiri þingmönnum. Mér brá bara mjög mikið og okkur öllum í salnum því að það fylgdi svo mikill hávaði og þetta var svo óvænt og það var svo mikið reiði að okkur brá bara öllum mjög mikið. Hefur eitthvað tímann upplifað annað eins? Nei, ekki svona, nei, ég hef aldrei upplifað neitt svona þessu líkt og manni leið alls ekki vel undir þessu og maður bara ennþá svona ekki alveg búin að jafna sig og munaði nú litlu maður bara færi hérna bak við pontuna, þetta var svo óþægilegt og óvænt. Ég satt í þingsalnum, ég átti bara að vona á því að fá eitthvað yfir mig, skýr eða málningu eða eitthvað eða vatn, það nú ekki verið þá að vökni. Hvernig leist þér á þetta? Mér leist nú ekki til á þetta svo leiðis, þetta var náttúrulega háað og læti en mér sýnist nú að þau hafi ekki eyðilagt eða skemmt en tafið þingið aðeins. Út með ríkisstjórnina! Út með ríkisstjórnina! Út með ríkisstjórnina! Lögreglumenn á hlaupum, eltingaleikur og handtökur áhorfendamegin í þinghúsinu settu svip sinn á allan eftirmiddaginn. Lýðræði, ekki kjaftæði! Lýðræði, ekki kjaftæði! Það auðvitað afaleitt ef fólk kemur hérna inn til þess að valda sérstakum óróa og alltaf kannski að fara að grýta eggjum eða henda málingu eða einhverjum slíkum. Ertu hræddur við það? Og nei, ég hef nú fengið egg í hausinn í Oddberginu og það er nokkið mjög alvarlegt. Þetta var bara auðvitað þannig bara, þarna birtist skyndilega strákur sem hafði hátt og verið með mikil háreysti og þetta var þetta óverjandi athæfi hans hálfu. Hvernig var þið við? Varstu hræddur? Nei, ég var ekki hræddur og mér brá ekki sérstaklega. Þingmenn sem MBL ræddi við vilja herða öryggiskröfur kringum Alþingishúsið eftir uppákomuna. Já, frekar von á því að við tökum upp kannski aðeins svona meiri gæslu. En það er auðvitað mjög leiðilegt að þurfa að gera það. Og það er mjög mikilvægt að almenningur hafi aðgang að pöllunum og geti fylgst með okkar störfum. En við þurfum að fara yfir gæsluna hér aftur núna. Það hefur auðvitað komið áður að menn hafa verið með háreysti upp á pöllunum en rekur ekki minni til þessi fljótu bragði til neins álíka eins og þessa. Heldur þetta valda einhverju breytingum hér? Nei, ég á nú ekki von á því. Nema auðvitað það þarf greinilega að herða öryggiskröfur kringum Alþingishúsið þegar menn haga sér svona. Nokkurir mótmælendur voru fluttir á lögreglustöðuna eftir handtökuna, félagar þeirra sögðust ætla að fylgja þeim og bíða þess að þeim yrði sleppt.